Sælt verið fólkið og velkomin með mér í föstudagsþáttinn. Það bóndadagurinn í dag, þannig að það þorrinn sem að byrja. Og þá náttúrulega höfum við þorramat, komin með þessa fallegu bakka, annar frá norlenska og hinn frá kjarnafæði. Við ætlum aðeins að spjalla þorramatinn og þorran á eftir. Það reyndar í dag líka afmælisdagur, það liðin, hvað mörg ár, 1973. Þennan dag, 23. janúar, hófst gosið í Heimaey og ef við förum ennþá lengra aftur í tíman til 1907, þá kom fyrsti togarinn til Íslands sem var smíðaður fyrir Íslendinga og sjálfsögðu hét hann Jón forseti. En til þess að ræða hérna þorramatinn eru komin til mín góðir gestir, Sigmundur Ófeirsson frá norlenska. Við erum hættir að tala norlenska matarborðið, það ekki? Matarborðið, það bara norlenska. Já, norlenska. Og frá kjarnafæði það hann Ólafur Már. Kemur núna alla leið þannig á Sólbátseyri. Já, við erum komið þangað alveg farið. Og hvernig að vera þar? Það yndislegt, yndislegt. Fallegt útsýni og sumrin þá eru bara hvalasýningar hérna fyrir utan gluggann og þetta bara yndislegt. Það er ekkert annað. Við getum reynt að ná þeim inn bara og gera að. Já, það væri gott núna til þess að hafa smá hval í þorrablótunum, sko. Hann ekki lengur með? Við bara kaupum hann annars staðar frá. En við gætum kannski fara að gera það næsta ári, að taka þína hugmynd og bara veiða hann inn. Sigmundur, þinn bakki hérna nærðir. Þorramaturinn, hvenær hefst í raun undirbúningur að því að búa til svona mat? Við byrjum að safna missu, það þarf í þetta skýrimissu. Hún dugar reyndar ekki alveg til, þannig að við fáum líka ástamissu. Við byrjum að safna að miðju sumri, missunni. En í sauðfjársláturtíðinni þá hirðum við eistu og byrjum að safna og sjóða og í svona lok september, byrjun október meira og minna allt sem þarf að fara í súrinn komið í hann og byrjað að, eldast í súrnum og súrna þess. Við hérna skrifstofunni, við fáum stundum að smakka svona í nóvember lok. Við köllum þá eftir því, það oft svona ekki orðið súrt eins og við köllum, en síðan þetta alveg tilbúið áramót. En við setjum á markað alltaf fyrir jól, nokkra föttur af svona mat og það koma til okkur gestir alltaf í desember og vilja kaupa þorramat frá fyrri þorra. Orðin velsúr og góður segja þér. Já, svo sagt ársgamlan. Ársgamlan, já. Hann náttúrulega orðin alveg gegnsýrður og fínn en hann fer bara niður ákveðnu stigi að súrna og þar stoppar hann. Hvað segir þið kjarnafæðismenn? Þetta svona svipaður ferill hjá ykkur? Já, hann afskaplega svipaður, sko. Og við náttúrulega kannski, já, þetta alltaf eins held ég bara. Það alltaf sem að þorrinn snýst það hefðirnar og verkunin, hún yfirleitt sú sama, þannig að þetta mjög svipað. Ég verður hugmynd hvað þetta mikið magn sem þið setjið í súra og hverju hausti? Það sé ekki núna eitthvað svona í kringum 25 tonn eitthvað svoleiðis sem fer í súr. En svo náttúrulega svona margt annað sem að kemur að í rauninni þorrabakkanum. Það saltkjöt og það hangikjöt og það sem kemur á okkur, sko. Svo náttúrulega harðfiskur og annað sem hefur komið inn núna síðar ár. En þannig að kannski heildartala kannski kringum einhver 60 tonn eitthvað svoleiðis, sko. Hvernig skiptingin og heyrið maður hvoru tveggja? Það eru margir sem segja mikið gott að fá þennan gamla íslenska mat. Svo eru aðrir sem segja hvernig getið þið étið þennan óþverra? Þið heyrið væntanlega hvoru tveggja. Algjörlega og náttúrulega eldri kynslóðir eru náttúrulega að fara frá okkur og svo eru nýtt fólk að koma inn og það kannski helst það sem að bölvarar eins og þú segir, sko, en gamla fólki. Yngra fólkið. Já, yngra fólkið, sko. Og en eldra fólkið náttúrulega tekur þessu fagnandi og eins og hann talaði áðan að það sækjast margir eftir þessu fyrr heldur en í rauninni á þorranum, sko. Þannig að en það alveg klárlega tvær fylkingar í þessu, sko. Sigmundur, finnur þú fyrir þessu sama? Já, við finnum fyrir þessu sama en við finnum það líka að það vilji hjá mjög mörgum að halda í þessa hefð. Við finnum það. Og þorrablótin, þau eru orðin mjög vinsæl. Menn eru nú farnir í sumum þeirra að hafa pítsuhotni, stórt í hotni. Og menn eru að bregðast við til að svona fá unga fólki með. Og það smakkar. Og ég held, þetta svona einn af þessum siðum sem mér finnst við Íslendingar þurfum svona að venda og halda í.
Ekki kannski vond til þess að þetta eldist af unga fólkinu? Hún meinar að þeim finnir það vond. Ég held þetta unga fólk sem smakkar þetta, það borðar sumt. Grísasultuna geta borðað eiginlega allir, finnum við. Sviðasultuna nánast allir. Það er svona sumir svona hryglaðis við eistónum eða pungunum. Við erum nú hættir að vera með punga en hér áður fyrir voru náttúrulega eistun soðin í sjálfum pungnum sviðnum. Þannig var þetta áður. En til dæmis saltkjöt og hangikjöt eru mjög vinsælt. En kannski frekast súri maturinn það sem sússa sem er á undanhaldi. Já, það er meira á undanhaldi. Svo ég grípi þetta kannski þess að lofti að við til dæmis erum núna farnir að með þess að þú talar nýjungar eða svona koma fólki, gera svona inngönguleið fyrir yngra fólki að borðunum eða að þorrablótunum að það ákvaða við að prófa núna þetta árið að vera með svona kjötsúpusultu sem við kallum þorrasultu og það er einfallega bara kjötsúpa sem er bara kæld niður og sett í sultu og það er náttúrulega bara kjötsúpubræði sem að allir kannast við og flestir borða, við skulum segja það. Ég rækði mitt upp stóru augu þegar ég sá allt í einu grænmeti, hér grænar baunir og gulrætur og er ekki rófur hér í Þorrabakka? Jú. Það höfum við ekki séð áður. Nei, en við megum heldur ekki skilja eftir grænmetisstefnurnar, þannig að við ákveðum að gera grænmetis sultu líka og það er þetta hér? Það er þetta hérna litríka sem er á, kannski eina litríka sem er á bökkunum. Þú verður bara að smakka þetta maður. Þetta er hérna fallegu biti. Sigmundur, ertu búinn að smakka nýjum? Nei, ég smakka það á eftir, sko. Ég fæ að smakka það á eftir. Við ætlum allavega að sjá hvernig fólk tekur í þetta. Ég er nú ekki mikil, sko, ég borða grænmeti en ég er engin grænmetisfan. Nei. Þetta smakast vel. Það ekki? Það er frábært. Allavega allt öðruvísi heldur en það sem er sússað. Já, það er nokkuð ljóst held ég. Eru fyrstu þorrablótin strax í kvöld? Já, ég sé byrja í kvöld. Þau eru nú flest í kringum mánaðamótin. Gríðarlega mörg þorrablót í kringum mánaðamótin. En maður sér þessi þorrablót, þetta eru fjáraflanir oft hjá íþróttafélögum og öðrum og þetta er að verða alveg geysi vinsælt. Maður sá 21. í röðinni keyptu alla miðana og þorrablót þarna fyrir sunnan þannig að það er sókn í þetta er svona menn koma saman og skemmta sér og ég vona að mönnum takist að halda í þessa hefð, að halda upp á þorran. Þetta er mjög svona sérstakt, hvað maður segja, félagslegt fyrirbæri, félagslegu siður hjá svona smærri samfélögum sérstaklega. Ég nefnt bara Egilsstaði sem dæmi, þar er þorrablót í kvöld. Þið hefur kannski selt þorramat þangað, ég veit það ekki. En þar er 40 manna nefnd búin að vera að vinna marga mánuði og var skipfust að svo síðasta þorrablóti og þetta er haldið í íþróttahúsinu og þarna koma 500-600 manns og þarna skemmtir hver öðrum náttúrulega skemmtiatriðin byggjast að mestu leyti á því að gera örlátt svona gaman saklaus grín að náunganum og fólkið segir þetta sé gersamlega ómissandi og þó að sé búið að sameina Fljótsdalshéraði í eitt sveitarfélag þá halda gömlu hrepparnir sín þorrablót. Fellahreppur næstu helgi, Seyðfirðingar eru reyndar að blóta á laugardaginn, það er verið að blóta á Reyðarfirði held ég í kvöld, í Borgarfirði eystra á laugardaginn. Þannig að maður þarf bara að fara austur og það getur maður verið í þorrablót. Það er að byrja önnur matarveisla. Já, en ég held að þið finnir líka ábyggilega fyrir því að það selst rosalega mikið af þorramat fyrir austan. Svona með íbúafjölda, þá selst mikið þar. Já, það er alveg. Og eins og ég segi, þessi stóru þorrablót, það er ótrúlegt magn sem fer. Og þetta er náttúrulega sko löng veisla, þetta er 6 tíma samkoma og það kostur við matinn að hann stendur upp í megnið af samkomunni og menn narrt í þetta. Þetta er þannig matur, þetta er svona hálfgerður buttamatur. Svo var fyrst að fylgja hér í gamla daga allavega og sá í Morgunblaðinu mitt í morgun að verða gagnrýna á reitt sem var ekkert mjög hrifinn af svona þorramat. Það var óvætur anskoti og menn notuðu þetta aðalega sem ástæða til þess að detta duglega í það. Er það ekki stór partur af því líka? Það er hákallinn og brennivínið í. Það er allavega mín til dæmis fyrsta upplifun af þorrablóti, það var að fá brennivínið, sko. Ég man meira eftir því heldur en matnum sjálfur, sko. Og við sjáum náttúrulega innleitt framleiðsla eins og bryggverksmiðjurnar okkar íslensku. Þær eru allar náttúrulega mættar með þorrabjór. Þetta er nú okkar mánuður, okkar hérna húsbóndana.
Og þó að þið séu mikla starfstöð og eruð að framleiða þetta hér á Akureyri, þið eruð að selja þetta út allt land? Já. Þetta fer allt land og það er vinsælt að kaupa bakka. Fjölskyldur geta kaupa bakka. Við finnum það að kvenfélög og svona saumaklúbbar, þetta er svona þorramatur, þá vil fólk velja á bakkan það sem allir borða. En þetta er náttúrulega þannig að þetta eru sennilega einhverjar 20 tegundir úr að velja og það er ekkert, að súrmaturinn er á undanhaldi eins og sagðir áðan en margt annað er eftir sótt. Þegar fólk hringir og pantar bakka hjá okkur getur það þá valið á bakkan eða er einhver standard samsetning á bakkanum? Það er ekkert valið. Það má velja hverju sem sko. Af því sem hann náttúrulega er í boði, sko. Þarna er til dæmis lundabakkinn á endanum sé, er hann ekki svolítið undanhaldi? Þetta er mest fita og súsað. Jú, ég myndi svona segja frekar af þessum vörum sem er á bakkanum núna, þá held ég að hann sé svona mest á undanhaldi. Pungarnir og sviðasöldan er náttúrulega alltaf vinsælust. Það er bara, ég held að það sé alveg ljóst. En hérna bringukollurinn til dæmis, menn er náttúrulega komnir með hann pínu öðru sem var, menn er að taka dálítið af beininu. Bringukollurinn var svo ofboðslega feitur en kjötið þú þarft fituna með, þetta er eins og borða harðfisk með eða án smjörs. Fitan er smjörið á þessu. Já, það þurfti nú að segja manni það tvisvar í gamla daga þegar maður var yngri að borða fituna með kjötinu. En núna borðar maður ekki kjötvörur sem hafa fituna með. Það kannski breytist eitthvað með aldrinum. Kannski helst þessi síður alltaf með elstu kynslóðinni. En líka kjötið í kringum fituna er eiginlega besta kjötið, þannig að þú ert að fá þar hágeða kjöt, sko. Nú, það er spennandi að sjá þetta, það verður spennandi að prófa hérna kjötsúpu sultuna. Já, eins og við köllum hann á Þorra sultuna, sko. Þetta er alveg eitthvað sem fólk held ég kannast við, sko, úr bara kjötsúpunni, sko. Nefnum bara í allt öðru í þessu formi, náttúrulega. Og íslensk kjötsúpa er nú það besta sem maður fær. Segðu. Þannig að það er ekki kotvísa. Nei, ég er svona að fá mér eitt hérna því þið erum nú byrjað að... Þetta er náttúrulega eðalvara. Þetta er úr okkar, þetta er náttúrulega, kemur náttúrulega allt úr lambinu. Okkar sérstöðu í kjöti. Náttúrulega engin þjóð sem er með svona hátt hlutfall af lambakjöti sem hlutfall af neyslu af kjötmenginu sem að fólk borðar. Flestir eru með svín og naut. Þetta var eins og nauðsyn til þess að geyma matinn, að saltan, reykjan eða súsan. Er ekki bara nauðsynlegt að halda í þessa menningu? Jú, ég segi það. Ég hvet alla til þess að hugsa þetta sem menningu. Eru þið búinir að bóka ykkur á Þorvalót? Já, það eru komin allavega 2, sko. Þannig að þetta, það verður gaman, sko. Þó ég verið að tala Austfirðingar, þá veit ég að það eru Þorrablót hér öllum gömlu sveitafélögum og gömlu hreppmánum. Við Eyjafjörð líka Þingeyjarsýslu gott ef Húsvíkingar er ekki að blóta í kvöld. Þannig að ég held að bara botnin í þetta og gefa okkur tíma til þess að snæða þennan gæða mat á eftir. Ég segi bara þakka ykkur fyrir komuna og segi gleðilega Þorra. Takk sömuleiðis. Takk fyrir sömuleiðis.